þá bara byrja lætin hérna hinum megin. Þennan morgun var Sindri Björnsson heima hjá sér í blokkaríbúð í úthverfi Kýv, þar sem hann hefur búið í 3 ár ásamt úkraínskri eiginkonu og syni. Já, hérna svindla á reykjum gluggann. Svindla á reykjum gluggann, sko. Það var ég að njóta þess að hafa þögnina og drekka kaffi og stelast til að reykjum gluggann og meðan frúin svaf og svo þá bara byrjar þetta. Þá fer ég að heyra hvernig koma og það bjarma og svo heyri ég að sem segir, það hefur verið flugskeyti á 2 eða 3 frekar heldur en að hafa verið flugvélar og því að stuttu seinna að koma hvernig ég var ekkert að reyna að spekulera mjög mikið í því hvort það voru flugvélar eða flugskeyti þá vissi ég að þetta var byrjað. I was sleeping. I just actually slept very well, and Sindri awake me at 6 o'clock as it just war started, and I was in a panic. I just woke up Mishka with these words, just war started. We need to do something. Og ég vildi bara fara strax, sko. Það var náttúrulega meira fyrir hana, hún býr hérna með fjölskyldu og annað, þannig að hún var ekkert að fara að Það ætla ekki að stakka upp í bíl og keyra beint í burtu? Nei, það þurfti nú að gera þetta græja og pakka og hugsa hvað ég átt að pakka og Icelandic lamb. Find the lamb in Úkraínu. Ég leið ekki mjög vel þegar maður áttaði sig á því, sko, hvað var að gerast og hversu stutt frá því þetta var. Já. Að lokum varð úr að pakka í fljótheitum að morgni 25. febrúar og reyna að komast í burtu. Eftir hálfgerða svaðilför stoppuðu þau í Ungverjalandi hjá vinum, en þegar leið nær vori fóru þau heim til Íslands. Miska eignaðist vini og lærði smá íslensku. Góðan daginn. Góðan daginn. Já, innrás. Takk fyrir. Takk fyrir. Dotremy obodzatis? Oh my God. Ríflega 8 milljónir Úkraínumanna hafa flúið land frá upphafi stríðs og 5 til viðbótar eru að flótta innan Úkraínu. Framgangur stríðsins hefur hins vegar ekki orðið eins og margir óttuðust. Yfirburðir Rússa hafa ekki reynst miklir og framganga þeirra verið skipulagslaus. Harka Úkraínumanna og þrautseigja hefur verið meiri en nokkur bjóst við. Rússar hertóku mikið land í upphafi og Kýv var meðal borga í herkví, en strax í mars tókst að stökkva Rússum á flótta. Þegar leið á sumrið og fram á haust var víglennan orðin föst í austri. Sindri, Olga og Miska ákvæðu eins og fleiri flóttamenn að snúa aftur heim. First of all, we Was reading news. Well, she has a boy here still and a family, a mother and brother, and then we have this apartment and we are building and we had a lot of things to do, but we still have the emergency packet ready to leave if we need to leave.